Kæra áhorfendur, hjartanlega velkomin á úrslitaleik í Íslandsmótinu fjórða flokk kvenna yngra ár. Og það eru liðin Fylkir og Haukar sem eigast við. Og leikmaður númer 33 í liði Fylkir, Margrét Einarsdóttir. Leikmaður númer 12 í liði Haukar, Katrín Hanna Hauksdóttir. Númer 23 í liði Fylkir, Alexandra Gunnarsdóttir. Númer 28 í liði Haukar, Eva Lilja Jálkovic. Númer 21 í liði Fylkir, Halldóra Reykjarsdóttir. Númer 2 í liði Haukar, Alexandra Líf Arnarsdóttir. Númer 25 í liði Fylkir, Aldís Hauksdóttir. Númer 4 í liði Haukar, Eva Karen Jóhannsdóttir. Númer 26 í liði Fylkir, María Jónsdóttir. Leikmaður númer 7 í liði Haukar, Hólmfríður Rakel Ólafsdóttir. Leikmaður númer 27 í liði Fylkir, Birna Kristín Eiríksdóttir. Leikmaður númer 8 í liði Haukar, Berta Rut Harðardóttir. Leikmaður númer 28 í liði Fylkir, Bryndís Hauksdóttir. Leikmaður númer 20 í liði Haukar, Alexandra Jóhannsdóttir. Leikmaður númer 31 í liði Fylkis, Kolbrún. Leikmaður númer 24 í liði Haukar, Elísa Gunnarsdóttir. Leikmaður númer 36 í liði Fylkis, Erlín Björnsdóttir. Leikmaður númer 27 í liði Haukar, Sóley Eva Steinsdóttir. Leikmaður númer 37 í liði Fylkis, Elsa Karen Þorvaldsdóttir. Leikmaður númer 32 í liði Haukar, Viktoría Elisabetta Sterka. Leikmaður númer 38 í liði Fylkis, Ylva Jónsdóttir. Leikmaður númer 40 í liði Haukar, Tina Lind Gunnarsdóttir. Leikmaður númer 73 í liði Fylkis, Hrefna Sæmundsdóttir. Leikmaður númer 44 í liði Haukar, Sara Berna Hrafnsdóttir. Leikmaður númer 99 í liði Fylkis, Sólrún Freygarsdóttir. Þjálfarar Fylkis eru Ómar Örn Jónsson og Halldór Stefán Haraldsson. Og þjálfarar Hauka eru Sigurjón Sigurðsson og Jóhann Ingi Guðmundsson. Jæja, orðið góður, verið velkomnir aftur að skjánum. Vonandi mistuðu ekki af leiknum hér áðan. Frábær leikur hjá Fram og FH. Og það voru Framarar sem urðu Íslandsmeistarar hér áðan eftir sigur á FH 28-27. Og eftir hörkuleik og Framarar reyndar voru sterkari svona heilt yfir en náðu svo FH-ingarnir að koma tilbaka. En Framarar náðu að klára þetta. Hér að fara að mætast stúlkur fjóraflokki kvenna yngra ár og það er Fylkir og Haukar 1. Haukarnir unnu í áttalega FH í framlengduleik. Hörkuleikur unnu svo Val í undanúrslitum. Þessar stelpur í fimmtaflokki eru Íslandsmeistarar voru Íslandsmeistarar í fyrra, fimmtaflokki eldra ári. Unnu þá Fylki, en Fylkismenn, Fylkistúlkur, það eru tablusar í vetur og eru bikarmeistarar.
deildarmeistarar og ætla sér að vera Íslandsmeistarar hér í dag. Og það er spurning hvað Haukarnir gera. Það búast allir við sigri Fylkismanna. Haukarnir samkvæmt Ditta að stilla upp sínu sterkasta liði í vetur, búin að vera lent í meiðslum og hefur ekki náð að stilla sínu albesta liði upp fyrr en nú og það verður fróðlegt að sjá hvort að það verður nóg til þess að sigra Fylkismenn. Það eru Haukarnir sem að byrja og það er að fara yfir liðin. Hérna í vinstra horninu er Tinna Lind Gunnarsdóttir, í skyttunu Viktoria Elisabeth Pigaskarsk og á miðjunni er Alessandra Jóhannsdóttir. Hér er skot og það er varið. Númer 33, Margrét Einarsdóttir. Margrét að verja sitt fyrsta skot. Frábær vörn hjá Alessandru. Hún er komin alla leið í gegn. Hvað gerur hún? Hún skorar. Glæsilegt mark hjá Alessandru. Frábærlega stólið bolti hjá henni og kemur Haukum yfir 1-0. Og þá var það Fylkir, brotið á henni. Fylkir, góð vörn. Þarna er hún Irma Jónsdóttir, nummer 38. Þetta er dóttir Jóns Kristjánssonar. Og hún tekur skotið, það er varið. Vel varið í markinu. Þetta er í markinu þarna. Það er komið eitt varið. Sér Katrín í markinu í Haukunum. Þá er það Haukarnir. Alessandra og hér í gegn, frábærlega varið hjá Margréti í markinu. Tinna átti þetta skot úr horninu. Þá var það Fylkir. Það er brotið að þeim. Berglind reynda að komast hann í gegn. Náði því ekki. Það er búin að leysa inn hérna í 4-2. Hér er Fylkir með skot, glæsilegt skot. Það er leikmann nr. 27, Birna Kristín Eiríksdóttir, sem að skora sitt fyrsta mark og jafna leikinn 1-1. Þá var það Haukarnir. Vel gert, en þetta er bara skot framhjá. Þarna var Alessandra komin í dauðafæri, komin í gegn, en bara hitti ekki ramman við miður fyrir Haukana og þá kemur Irma. Hún ætlar að fara alla leið, það er brotið á henni. Leikmaður númer 32, Viktoria Elzbieta, sem að brýtur á henni. Haukarnir að spila 5-2-1, 3-2-1. Að spila hérna framalega á miðuna. Og hér losnar hann, þetta er náttúrulega bara gult spjald. Já, þetta er árétt. Irma að skora sitt fyrsta mark. Gult spjald á Evu Karen hjá Haukunum. Þannig fór hann fullharkalega í hálsinn á henni, hélt utan um hálsinn á henni. Fylkir með 6-0 vörn. Treysta á markmann sinn, Margrét Einarsdóttir, að loka rammanum. Sjá hvað Haukarnir ná að gera hér í þessari sókn. Alexandra fær boltan. Hér kemur skot eða hvað, já, skot og mark. Glæsilegt mark, já, Berta Rut. Fylkir tapar boltanum. Brotið á þeim og aukakast. Aftur sama segjar. Það var að sendingar á línuna og dauðafæri. Það er mark. Leikmann nr. 73, Hrefna Sæmundsdóttir.
Hrepp. Já, ég trúi því, dæmdu. Tvígrip hérna bara á Alessandru. Á keyra Hauk. Fylkismönnum, Irma. Losa boltan. Á Berglind, róar það niður. Já. Leikmaður númer 3, 73. Lítur eiginlega að heita Hrefna. Jæja, nú sjá til vitlaust skráð hérna á skýrsluna allar að skráð Hrefn. Já, brotið á Fylkismönnum, fín vörn hjá Haukunum, mikil barátta. Það var frábær varnarvinna hjá Haukunum og það keyra upp hérna Viktoría komin ein í gegn. Hvað gerir hún? Hún skorar! Læsist mark hjá Viktoríu. Skorar sitt fyrsta mark. Og jafnar leikinn 3-3. Sólrún hérna í hægri skyttunni. Birna. Brotið á henni, Birna Kristín. Í skyttunni. Berglind á miðunni. Irma í skyttunni. Og í horninu Halldóra Freygarðsdóttir. Hér brotið á Irmu. Þá það Fylkir 5-1 vörn hérna hjá Haukunum. Sólrún, Irma keyrir í gegn og fær vítið. Það eru að vera hérna inn í teignum. Eva Karen líklega inn í teignum og Irma tekur þetta vítakast og skorar. Fyrir þá sem ekki vita, eins og sagði að Jón Kristjánsson góðsókn í Val. Þetta er dóttir hans. Hann vantarlega í stúkunni ykkur þar að hvetja sitt liða fram sem Fylkir. Ára Haukarnir. Alessandra, Berta. Alessandra á Bertu, Berta upp, frábær sending og mark, frábær spil á Haukunum. Viktoría Elspíta skora sitt annað mark. Og þá koma Fylkir. Þetta byrjar vel hér þessi leikur. Bæði lið að standa sig gríðarlega vel. Og Irma Berglind, fínt spil og í gegn, frábærlega varið. Katrín Hanna Hauksdóttir í markinu þarna og Sólrún náði ekki góða boltanum framhjá henni og hér spil og í gegn og framhjá. Þetta var Tinna Lind sem átti þetta skot, hitti ekki ramman, fór í hliðanettið. Hann fór 2 færi hérna úr horninu, ekki náði að koma honum í gegn. Irma stoppuð, fín vörn í Haukunum, góð samvinna þarna. Já, Bóas Börkur Bóasson og Bjarki Bóasson, feðgarnir að dæma þetta. Þá var það Berglind, Irma í gegn. Og þetta er varið, en fríkastið, hún Irma. Brotið á henni hana. Ná leysir Sólrún inn, það kom henni 4-2. Alessandra reyna að stoppa Berglindi og gerir það. Brýtur á henni. Og það glæsilega gert, koni einn í gegn og kemst og skorar. Birna Kristín Eiríksdóttir skorar sitt annað mark. Alessandra tekur hraða miðju. Haukarnir reyna að komast í gegn, nei, náði ekki. Alessandra, jú, hún tekur skotið en fær aukakast. 5-4 Fylki yfir og Haukarnir stilla upp.
Líklegasti maður Íslandsmótsins 80 eitthvað. Sigurjón Diddi þjálfari Haukana. Það var að Alexandra reyna að tróða sig í gegn, nærði ekki. Og upp og skorar, glæsilega gert. Það var hún Berta Rut. 5-5. Hörku spennandi leikur hér. Nýfjamt. Sólrún leysir inn hérna. Það eru duglegar í þessu að leysa inn 4-2. Haukarnir koma framalega á móti skittunum að miðjunni og Irmu. Allavega Berglindi hérna og Irmu. Og hún tapar boltanum. Frábærlega gert. Gott spil. Hún er komin ein í gegn. Hún hlýtur að skora. Nei, hún verið þetta. Frábær markvarsla hjá Margréti Einarsdóttir. Alexandra átt að gera betur þarna. Hér er skot og það er mark. Þetta er Birna Kristín. Hún skorar sitt 3. mark. Glæsilega gert og kemur Fylki yfir 6-5. Þetta er fljótt að gera hérna. Haukarnir hálsbreytt frá því að komast yfir. En Margrét ótrúlega í rammanum. Mér minni að hún hafi verið valinn maður leiksins í bikarúrslitum. Hér er flott spil og glæsilegt skot. Alexandra Líf Arnarsdóttir skorar sitt 1. mark. Og jafnar leikinn. Fylkir hefur spilað á móti, spilað nokkuð svona á móti Haukunum og alltaf unnið. Það eru taplausar, það er bara þannig. Spurning hvort að það er tapi hér eða hvað. Hér er komið glæsilegt að færi og enn og aftur er Birna Kristín Eiríksdóttir að skora. Nú með 4 mörk af 7 mörkum Fylkis. Glæsilega gert hjá henni. Vörðin í Haukunum ekki að ná að stoppa í þessi götana hérna hægra megin. Það er fínt spil og dauðafæri og það er mark. Glæsilegt mark. Þetta var leikmaður númer 4 eða ekki. Eva Karen að skora. Það var það Fylkir. Irma. Sólrún leysir inn eða hvað? Nei, hætti við Berglind. Irma reynir að komast í gegn. Verði ekki Viktoría stóðar hana það. Staðan 7-7. 13 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Hún leysir Sólrún inn. Þetta er kerfi sem það nota mikið. Þarna var ekki nógu góð sending. Alexandra ætlar bara að fara alla leið. Gerir það og skorar. Glæsilegt mark hjá Alexandru. Hún ætlaði ekki láta hana verja frá sér. Aftur. Hér er færi og dæmt lína. Þarna fór hún Halldóra inn úr horninu en steig á línu. Og Haukarnir komnir yfir 8-7 og geta bætt við 9. markinu. Það var að Viktoría á miðunni. Halldóra, nei Alexandra henni í skittin núna. Hvað gera þær? Á línunni eins og Alexandra Líf. Horninu Tinna. Hér er Alexandra, hún sækir Birtu, Birta upp og skorar! Frábært mark hjá Bertu, fyrirgeðu, ekki Birtu. Berta Rut. Og þá var það Fylkir komið að 2 mörkum undir. Þjálfararnir ekki sáttir við þetta og sendingin slæm þarna en brotið á henni. Og Haukarnir allt annað sáttir við þetta. Góð stemning er í stúkunni, fjöldi allan áhorfendum, styðja stúlkurnar, flott mæting, hér er frábær vörn hjá Alexandru, Berglind komst ekkert áleiðis þarna, þá var það aftur komin í 4-2 og býtur þetta eru 2 mínútur, við myndum halda en mark, það er bara mark, þetta var leikmaður númer 88, Irma, það skor sér 3. mark, þarna er nú
dómarleiksins geta gefið gulspjald jafnvel á leikmann Hauka. En ég held að hún hafi verið komið með gulspjald, þannig hún hefði bara fókið út af. Það var þarna full mikið með hendurnar í hálsinu á Irmu, en Irma bara skaut á markið og skoraði. Hér Alessandra með frábært mark, klíndar hann í samskeytin. Alessandra Jóhannsdóttir sig skorar sitt 3. mark. Og ennþá eru Haukarnir 2 mörkum yfir og þá leikhlé. Ómar Örn Jónsson og Halldór Stefán Haraldsson eru búin að fá nóg. Þeir vilja fá aðeins að róa sína dömur og fá betri skot á markið. Þar eru að tapa boltanum auðveldlega, henda boltanum frá sér. Haukarnir eru bara að stela þessum boltum í vörninni. Það er ekki mikið að láta reyna á markið með skoti Fylkir. Það hlýtur að vera að ræða það að ná allan að skoti á markið og halda betri einbeitingu sóknarlega, varnarlega. Þau eru náttúrulega líka að bæta sig. Eru 8-10 undir Fylkir. Við förum aðeins við markaskorun. Þá Fylkir Birna Kristín Eiríksdóttir með 4 mörk, Irma Jónsdóttir með 3 og Hrefna Sæmundsdóttir með 1. Margrét Einarsdóttir búin að varja 3 skot í markinu. Já, Haukunum það Berta Rut Harðardóttir með 3 mörk. Alessandra Jóhannsdóttir með 3 líka. Viktoría Elzbieta Pieskarska með 2. Alessandra Líf og Eva Karen með 1 mark hvor og Katrín Hanna með 2 varða bolta. Þá leikur hafinn að nýju. Það settu Fylkir upp, það leyst inn. Það Halldóra sem leysir inn. Irma tekur 1-1 og kemst í gegn og skorar. Já, þetta gott kerfi fyrir Irmu. Hún gríðarlega sterk og erfitt að stoppa hana. Skorar sitt 4. mark og það ruðningur á Alessandru. Vel gert hjá Birnu Kristínu hann í vörninni. Fiskaði ruðning Irma. Hvað gerir Irma? Hún ætlar að fara alla leið, tekur skotið og skorar. Frábærlega gert, 5. mark hennar. Hún að jafna leikinn. 10-10. Og 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Glæsilegt leiklið hjá Fylkismönnum. Það virkaði fullkomlega. Skorar 2 mörk hérna bara á stuttu tíma og jafna leikinn. Þá var það Haukarnir. Það still upp hérna. Berta, Viktoría, Alessandra, Tinna. Alessandra upp eða hvað? Berta upp og varið. Frábærlega varið. Berta Rut, það ekki að klína hennan í samskeytin. Margrét Einarsdóttir var þar fyrir og varðan. Bara Irma, Alessandra mótinni, Berglind með skot og brotið á henni. Bara Irma. Berglind, Irma, Berglind aftur. Berglind reynir að komast í gegn. Það að koma boltanum á samherja en guldspjald á Alessandru. 2 guldspjöld komin á Haukana, ekkert á Fylki. Þá var það Berglind, tekur góða fyttu, frábæra fyttu. Kemst fram hjá Alessandru og skorar. Já, Berglind að skora sitt 1. mark í þessu leik. Kemur Fylkið yfir. 3 mörk í röð hjá Fylki. Það aftur komnar í bílstjórasætið hér. Ára Haukarnir að gera þar hér í sókninni. Stilla upp Viktoría. Kemur vantanlega innlýsing. Já, frá Alessandru og svo Berta upp og hún skotinu. Frábær markvarsla. Það verður erfitt fyrir Haukana ef að Margrét verður í stuði í dag. Viktoría. Berta missir boltana frá sér, brotið á henni. Haukarnir þurfa að reyna að draga boltan betur. Hún komin í hornin, hún Margrét yfirleitt.
lesi þetta vel. Hornið, Tinna, Alessandra, hendi konu. Berta tekur skotið, þetta auðvelda varið og hraðablöf, Sólrún kominn, Alessandra nær að brjóta á henni. Já, vel gert í Alessandru. Nú var það Fylkir geta að skora 4. marki í röð hér. Og þetta frábær vörn hjá Haukunum. Alessandra keyrir upp. Þetta tvígrip, já, þetta hárrétt. Hún bara losa boltan hérna og takkar hlaupinn. Og reyna full mikið hérna. Og það Fylkir. Birna. Berglind innleysing hjá Halldóru. Birna, brotið á henni. Gulspjald á Alessandru Líf. 3 gulspjöld á Haukana. Spurning hvort að það sé ekki þá 2 mínútur næst á Hauka. 3 spjöld á Kjaft. Það var Sólrún, endur í vandræðum. Sendi boltann bara í fótinn á henni. Já, þetta rétt. Og þá keyra Haukarnir upp, Alessandra. Berta reynir hann erfiða sendingu á línuna á Viktoríu. En það ná að halda boltanum. Og Berta upp, fær flugbrautir enn. Margrét sér við henni. Berta búin að taka núna 3 skot í röð og Margrét búin að sjá við henni í hvert skipti. Þá er það Irma, Berglind, Birna, Sólrún. Brotið á Birnu. Eva Karen brotleg hana. Stöðar hana 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Ára innlesing, Birna með skot en vel varið hjá Haukunum. Katrín Hanna Hauksdóttir að verja 3. skotið sitt. Jóhann Ingi Guðmundsson er hér aðstoðarþjálfari í Haukunum. Hann lunginn í markinu á sínum tíma. Þjálfa og yngri flokka Hauka líka. Ára Tinna, Viktoría, Alessandra, Berta. Hvað gera þær? Berta sendir á línuna og hvað? Brotið á henni. Já, fín vörn hjá Fylki hérna, lásu þetta vel. Alessandra, Berta er mikið að búa til flugbrautina fyrir Bertu. Alessandra í horni á Tinna, frábærlega varið, lína. Þetta var lína, en já, línan er ekki að koma boltanum og Margrét ver hér 8. skot sitt í leiknum. Frábærlega gert hjá henni og staðan 11-10. Haukarnir þurfa að vanda skotið sín betur. Ekki við að láta Margréti detta í stuð. Þarna já, frábær vörn hjá Haukunum. Þar keyrir upp, þessi bolti slæmur. Fer í fótinn á Fylki og dæmdur fótur á sjálfsögðu. Irma tek hann í fótinn. Já, vel gert hjá Alessandru Líf hann að stala þessu bolta og reyndi svo að koma boltanum á Alessandru Jóhannesdóttir en boltinn aðeins fyrir aftan. Geta Haukar minnka munin, hafa ekki skorað núna, já, í einhverja 7 mínútur, sveið mér þá, eftir að leikliði kom Berta, Alessandra keyrir í gegn, ruðningur, nei, annar dæmir haukakast, hinn dæmir ruðning, og það er með skot, þarna það er hægt að gefa 2 mínútur á Alessandru, fór hann aftan í hendina á henni. Ekki dæmt, það er halda boltanum sig, Fylkir. Ára Birna.
brotið á henni. Fín vörn í haugunum eins og Irma gefur boltanum í hornið og Halldór í gegn og hún, nei, stígur á línu. Lína á Fylki. En fá haugarnir tækifæri á að jafna leikinn. Ekki búinn að skora mark. Ég sveimi þá, ég held að leiklið hafi verið í kringum 15. mínútu hjá Fylki, stöðunni 10-8 og síðan hafa haugarnir ekki skorað mark. En Fylkir skorað 3. En núna þurfa Diddi að eitthvað að róa sína dömur og koma með gott skipulag í sóknina. Ná góðu skoti á Margréti, hún mjög öflug í markinu og það þýðir ekkert að skjóta illa á hana, því þá bara verður það. Markahæstir hjá Fylki Irma með 5 mörk, Birna Kristín með 4, Margrét náttúrulega búin að verja ykkur 8 törur. Glæsilega gert hjá henni, Björglind og Hrefna með 1 mark á haugunum. Það Alexandra og Berta með 3 mörk. Eins og ég segi, svo nákvæmlega sama og ég las í síðasta leikli, engin skorað þar síðan. En nú fáið það tækifæri til þess að jafna leikinn. Það hafa verið mjög jafn leikur, haugarnir komst yfir 2 marka fórustu, 9-7 og svo 10-8. En það ansi langt síðan. Það bara 8 mínútur síðan. Nú að þurfa haugarnir að spýta í lófana, fá gott færi. Hér skot og glæsilegt mark. Þetta leikmann númer 4, Eva Karen. Hún jafnar leikinn. 11-11, glæsilegt kerfi hjá haugunum. Kliftu núna Evu inn og hún fór í loftið og lagði hann í hornið. Þá leysir hún aftur inn, hún Halldóra, Irma. Þetta verður hún að gera. Hér Dött missar boltan og haugarnir keyra upp. Alexandra, Viktoría, Alexandra aftur. Viktoría í hornið á Tinnu, Tinna skorar. Loksins skorar Tinna, búin að skjóta núna. Búin að verja frá henni 3 svar hún Margrét, en loksins. Það Tinna að skora sitt fyrsta mark. Það mikilvægt. Kemur haugunum yfir 12-11. Og innan við mínúta eftir af fyrri hálfleik. Þá var það Fylkir. Halldóra, Irma, Berglind, Birna með boltan. Halldóra komin, Sólrún komin hérna sig. Berglind, Irma, fer í slofti, sendir í hornið. Og þá skorar Halldóra. Hún að fá 2 færi áður. Steig á línuna bæðiskiptin. En hún gerði ekki nein mistök núna og skora sitt fyrsta mark. Og jafna leikinn 12-12. 7-5-4 eftir. Það verður að skjóta markið. Það búið. Jú. Já, það Og haukar taka leikinn. Nei. Jú. Það er komin hálfleikur, kallinn minn. Það bara þannig. 25 mínútur. Það voru ekki alveg klára á þessu. Föttuðu ekki að tíminn leið. Staða 12-12 í hálfleik. Hörgu leikur í gangi hérna. Og ég vil minna á að næsti leikur byrjar kl. 1 hér. Það er fjórðungsleikur karla eldri. Og þá mæta Stóra Akureyri og FH. En hér hálfleikur hjá stúlkunum og við ætlum að taka okkur stutt líka. Farið ekki langt.
Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. I'll set up, boss. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. That's all in the swing. All right, it's time for some fun. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos.
Jæja, Árnagóður, þá eru þau mætt hér með seinni hálfleikinn. Fylkir, Haukar og það jafnt, 12-12. Hörku spennandi leikur. Fylkir byrjaðan leik betur, leiddi leiddi með einu marki svona og Haukarnir jöfnuðu. Komust svo Haukarnir, tóku svo slurk og komust 2 mörkum yfir, 9-7 og 10-8. Þá tóku Fylkismenn leikhlé. Sögðu ekki söguna meir, Haukarnir skoruðu ekki 8 mínútur eftir það. Skoruðu svo 2 hérna í lokin og staðan jafnt, 12-12. Þá það seinni hálfleikur. Sömu lið og byrjuðu og enduðu þennan leik. Og hér eru Fylkir að byrja sóknina. Irma missir boltan en Bóas dæmir brot. Þá það Irma, Berglind, Birna, Irma, Berglind, Birta sig, hún í gegn og frábærlega gert hjá henni. Kemst í gegn, Birna Kristín og leggur hann í markið. 5 mörk hjá henni í dag. Alexandra reynir að komast í gegn, sendir á Tinnu, Tinna í gegn, það varið. Frábærlega var ég á markandi, komum með 9 varða. Það var erfitt færi hérna hjá Tinnu. Kennin að snúi nær. Hann kemur seinna. Og það Fylkir geta komist í 2 marka fórustu. Irma, Birna reynir að komast í gegn. Frábær varnarvinna þarna. Þetta var ódýrt fríkast, vil ég segja. En þá var það Fylkir, Birna, Berglind. Birna með frábært undirhandarskot upp í þaknettið. Glæsilegt marki á Birnu Kristínu og hún komið með 6 mörk. Ótrúlegt skot hjá henni. 2 marka fórusta. Byrjar þetta vel seinni hálfleikinn. Fylkir 14-12. Þurfa Haukarnir að vakna. Berta, Viktoría og Alessandra, slæmsending. Þessar sendingar verða að vera í lagi. Alessandra upp á Birtu, glæsileg varnarvinni og Irmu vinnur boltan. Berta stoppar hana. Frábær varnarvinna hana hjá Irmu. Vann sig fram fyrir varnarmanninn og stal boltanum. 3 marka fórusta ef það skora hér. Irma, Viktoría lendir henni aftur sig og það þurfa að stoppa hana. Fín vörn í Haukunum á að stoppa þetta, en þetta er sendingin. Hún heppnaðist og varið, frábærlega varið hjá Katrínu í markinu. Skot í stöngina, en Haukarnir halda þessu. Og Viktoría það tapar boltanum hana, þetta leit ekki vel út en halda boltanum. Birta með skotið en það er varið. Frábær markvarsla en fín vörn hana, pressu hana vel út. Þessi sending er skelfileg. Það er eitt orðið við það. Hún var það var engin annan til þess að taka við þessum bolta en staðan ennþá 12-14. Fylki vil, hér kemur skot, býtur nú við, ruðningur, brot þarna, Alessandra brotlegin á línunni. Þá kemur Birna, Irma, fær fríkast. Leysarinn, Halldóra, Irma að tapa boltanum, brotið á henni. Og í gegn og Irma skorar.
verður í gegnum hornið og skorar. Frábærlega gert hjá henni. Og það Haukarnir. Og skot, stöngin, markmaðurinn og hún heldur þessu. Var það sem var í skot. Alexandra náði ekki góðum í gegn þarna. Irma brotið á henni. Margrét með 11 varinn. Það var það Berglind á miðunni, leysir inn hérna hún Sólrún. Berglind tekur fittuna, reyna að komast í gegn, missir bolta frá sér. Já. Bóas dæmir brot þarna. Ára Irma. Irma aftur, reyna að komast í gegn. Fríkast. Viktoría stóð þarna fyrir framan hana, var reyndar inn í teig. Það hefði alveg verið hægt að dæma víti, en ekki dæmt, það var dæmt aukakast. Vill Dindi á hendur upp, fær hann upp hérna. Það var að skjóta markið, Irma var að skjóta og gerir það. Það er varið af vörn og markvarði. Vel gert hjá Haukum. Ára Alexandra sendur á línuna, tryður hún á línuna og skora hér. Berta Rut, loksins skorar hún. Hún eiga 4 skot áður sem hafa verið varinn. Minkar núna munin í 15-13. Mínútur, 19 mínútur eftir, 19,5 nákvæmlega. Ára Irma, Ára Viktoría, hengur í henni hana, hangir í henni. Hangikjöt. Og Ára Sólrún. Smá íslensku kennsla, maður segir ekki hengikjöt, þetta er hangikjöt. Árað Berglind, Irma, Viktoría alltaf fljóta að koma á mótinni. Hér er frábær vörn hjá Alexandru, nær að stoppa Berglindi. Berglind er snögg á fótunum. Framtíðin björt hjá Fylki í kvennaboltanum. Margar flottar, góðar leikmenn. Hér er Berglind komin í gegn og fær víti. Og Irma er fljóta að taka sér stöðu á punktinum. Allir sér að skora. Hvað gerir Katrín? Nei, Katrín kemur engu vörðu við. Irma skorar sitt 7. mark. Já, ég er með 7 mörk á hana, en ég held að það sé hárrétt hjá mér. Viktoría, Haukarnir 3 mörkum undir. Berta og Viktoría reynir að komast í gegn. Það er ekki fín vörn hjá Fylki. Það eru þéttar hérna í 6-0 vörninni. Berta með skot í varnarvegginn. Fær boltinn aftur, reynir að koma honum í hornið og það er í stöngina og út af. Eva Karin átti þetta skot. Það er ykkur ekki stefna þetta Fylkir á hana bolta. Já, þetta er hárrétt. Þá koma Fylkir, geta aukið munin enn meira. Haukarnir aðeins búin að skora 1 mark hér í seinni hálfleik. Það er ekki gott. 4-1 hér í seinni hálfleik. Frábær vörn þarna en brotið á hann í leiðinni. Og Birna, Berglind, Irma. Irma upp, nær ekki að taka skotið. Fín vörn hjá Haukunum. Alexandra grimm þarna fyrir framann. Og
Sólrún, Birna, Sólrún var laus þarna en Birna ákvað að gefa ekki boltann, hending komin upp, það verður að skjóta. Birna gerir það, það er varið og Haukarnir halda þessu. Katrín Hanna með 6 varða. Þessi bolti erfiður, vel gert, frábær hreyfing, erfitt skot, frákast og mark! Alexandra Líf skoraði þarna og Eva Karin fór hann inn úr horninu. Margrét varði frá henni en Alexandra Líf náði frákastinu og skoraði minkamunin í 2 mörk. Mikilvægt mark hér hjá Haukunum. Það er að standa vörnina. Voru að stela svolítið boltanum og fræðum upp í fyrri hálfleik. Það er eitthvað sem það þurfa líka að gera hér í seinni hálfleik. Og halda því áfram. Þetta er fín vörn þarna hjá Bertu. Það er að slá boltan. Sólrún var dauðafrí á höfninu þarna. Og Berglind náði ekki. Irma komin í gegn og hún verið þetta í markinu. Katrín Hanna. Irma hefði mátt gefa sér aðeins meiri tími í þetta. Hefði getað lagt boltan þarna fram hjá henni. Skaut fullfljótt, svo smér. Berta með skot og það er varið. Vel varið hjá henni. Berta að skjóta, kannski full snemma þarna. Þarna fær Alexandra Líf 2 mínútur. Fannst nú Birna bara fara með hausinu undan sér og detta ofan á hana. Þetta var já, bara mitt mat. En 2 mínútur og Fylkir einum fleiri hér í 2 mínútur. Sjá hvað það er, hvort að það er ná að nýta sér þennan liðsmun. Irma, Birna, Berglind. Þetta er þétt hjá þeim. Já, fótur. Það var ekki, Fylkir ekki alveg nóg skynsamur þarna. Þau höfðu nátt bara að leysa inn 4-2. Eins og Irma var bara fyrir þarna. Á kantinu, á skyttunni. En sjá hvað það gera hér Hauka stúlkurnar í sókninni, einu færri. Alexandra, Berta. Sækja hér línuna. Berta upp og skorar! Frábært mark hjá henni, Bertu Rut. Einu færri, gríðarlega mikilvægt mark. Þetta var ekki markmannsvotið. Þetta vantaði hávarnina, hendurnar upp. Þá var það Fylkir og Irma. Hún lesið í markinu. Vel gert hjá Katrínu. Og Irma með 2 skot núna. Stuttum tíma sem hafa ekki ratað í markið. Einu færri geta Haukarnir jafna leikinn. Sjá hvað þeir gera. Sækja þær aftur línuna, lína sækir Bertu, Berta sendir hann á Viktoríu og Alexandra í gegn, frábær markvarsla, já Margrét í markinu, hún er að loka hérna. Þá er það Sólrún. Skrif eða ekki, já, aukakast. Já, Alexandra fekk hérna fínt færi yfir horninu og hefði getið gert betur hana, en sjá hvað Fylkir gera frábær sending á Irmu og Hrefna lætur verja frá sér. Þetta er lína. Já. Katrín Hanna Hauksdóttir. Hrefna lætur verja hjá sér og þetta er Katrín sem að vera, hún kom með 9 varða. Margrét með 14 hjá Fylki. Það gæti ráðist á markvörslu í dag. Þá er það Haukarnir, orðnir jafnmargir, komum með manninn á. Berta missir boltan, kemur boltan á Viktoríu, henni fótur á Sólrúnu. Það er enga stæmt bara. Stegi í fótur hérna. Þá er það Tinna. Og upp og
Þetta hefði verið stórkostlegt mark. Þarna voru dómararnir aðeins og fljótir á sér. Og það hefði verið gaman að láta þetta telja. En aukakast dæmt réttilega. Berta missir boltan á Rossir þarna. Viktoría sendir erfiða sendingu þarna. Og Fylkir vinnur boltan. Á kemur Irma á fullu spanni hér. Viktoría stoppar hann eða hvað. Boltinn laus þarna á línunni. Það er búið að dæma aukakast. Þá er það Fylkir einsmannsmunur. Haukarnir búin að koma sterkir hér til leiks. Seinni hlutan, seinni hálfleiks. Og hér er fín vörn hjá Alexandru. Glæsileg vörn, nákvæmlega svona á að spila 5-1 vörn. Stoppa þetta. Ára Irma og frábær vörn hjá henni og stelur boltanum. Sendir hann hérna yfir. Berta aftur á bak og slána. Þvílík óheppni þarna. Eftir þetta frábæru vörn. Þá náðu Haukarnir ekki að gera sig mat úr þessari sókn. Þetta er efni frábæran varnarmann hér í 5-1 vörninni. Hér á henni Alessandru. Og að leysa þær inn hér í 4-2. Irma komin í gegn. Þarna var, vilja minna að þetta hafi verið skref. Alessandra heppir þarna, tók hans í hendina á henni. Það getur fengið 2 mínútur þarna. Og smá hík á vörnina hjá Haukunum. Berglind, Irma tekur við og brýtur. Vel skipt þarna. Ára Irma aftur. Sólrún. Birna, Irma keyrir í gegn. Það er aukakastið. Þannig að Alessandra að komast örlítið fyrir hana. Það fengið rauningin, hendin konu. Hvað gerir Irma með skot? Það er varið. Þetta var laus skot og Katrín verð sitt 10. skot. Irma ekki að finna sig alveg í skotunum núna undanfarið. Hérna seinni hlutan í seinni hálfleik. 3 færi fórkonur hjá henni. En yfirleitt hefur þetta verið svona lokaskotið að hendin komin upp og með varnarmann í sér. Þá sjáum við til hvað ná Haukarnir að jafna þennan leik. 8,5 mínútur eftir að þessum leik. Staðan 16-15, Fylkir við Berta upp og skorar og jafnar leikinn. Þessi leikur er ótrúleg skemmtun. Fylkir byrjaði seinni hálfleikinn að krafti. Komast yfir 16-12. Síðan þá hafa Haukarnir 16-13. 15-12 og 16-13 og síðan þá hafa Haukarnir svo sannarlega komið tilbaka og jafna hennar leik 16-16. Alessandra stoppar hana. Það var Halldóra Rema. Áringur, náttúrulega einhverjum þeirra. Stelpurnar bjóður upp á meira okkar leik. Frábær leikur þetta. Frábær úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn. Milli tveggja frábæra liða. Haukarnir að toppa á réttum tíma eða hvað. Fylkir búin að vera að vinna allt í vetur. Náðar að klára þetta líka. Það var að Berglind með frábæra snúning. En fín vörn þarna hjá Tinnu. Það var að vilja Haukarnir fá hendina upp. Irma verður að fara einhvers í gegn. Dæmt fríkast. Hann er búinn að fá ansi góðan tíma hérna í sókninni að mati þjálfara Hauka. Hann vil fá hendurnar upp. Hann er komið hendurnar upp og þær fá hendurnar upp á sig hérna. Irma. Brotið á henni. Stilla upp fyrir Irmu. Irma upp. Skot. Og glæsilegt mark hjá Irmu og kemur Fylkir yfir 17-16. Loksins fékk Irma smá tækifæri, smá rúm til þess að skjóta almennilega og það lá hann í netinu. Þá koma Haukarnir. Þá er að jafna þennan leik hér. Og búin
Búin að taka góðan slurk hérna í seinni hlutanum. Það var að halda dampi. Berta með slána niður í bakið á Margréti. Og þetta verður að telja sem varði skot. Það er bara þannig. Þá geta Fylkir komist í 2 marka fórstu. Berta Rut, það er ekki að koma boltanum í netið þarna. Það var að Fylkir. Þessi bolti, já, fer á Irmu. Katrín Berglind á miðunni, leysir inn, skiptir. Nei, hún eltir hana. Já. Alessandra elti hana bara inn. Það er greinilega búin að ræða það eitthvað í vörninni. Það er líka hægt að skila af sér og Alessandra taki skyttuna. Hún elti hana eitt skytti og Katrín tók skotið og það fór framhjá. Það var Birna Kristín sýndist mér að tekið það. Það var það Alessandra Berta fær skotið en það er yfir. Það er fín vörn hjá Fylki. Það var að stíga þarna út í hana aðeins að trufla hana. Það var að Birna Irma Berglind í horni á Sólrún með skot í stöngina. En hann varði hún ekki bara. Ég held að Katrín hafi komið smá við þetta. Alessandra. Haukarnir hæja á þessu. Og tækifæri að minnka muninn. 5 mínútur eftir að þessu leik. Berta reyna að tróða honum á það. Skelfileg sending. Kemur hraðablöf. Sólrún komin einn í gegn. Hvað gerir hún? Nei, það er varið. Vel varið. Sólrún misti boltan hann frá sér aðeins og mátti ekki dribbla aftur. Hún þurfti að taka 3 skref. Komst ekki eins nálægt og hún gat. Hefði getað. En vel varið hjá Katrín í markinu. Hún er komið með 12 varða. Haukarnir. Tækifæri til að jafna leikinn hérna. Berta, Viktoría línunni á miðunni. Alessandra, Viktoría, Berta fyrir skotið. Og það er varið. Vörðuna hefur varið þetta líka en Margrét gerði vel hérna að koma með 16 varða hér í dag. Ára Viktoría stoppar Irmu hérna og fær hérna vont högg andlitið, olnbogann í andlitið. Held ég alveg örugglega. Já, einn mamman í stúkunni brjáluð. Haukarnir séu grófar. Já, Viktoría gerði vel hérna, steig fyrir hana en kannski hélt henni full lengi. Var á hélt henni, hefði mátt sleppa fyrr. Þegar hún var á leiðinni niður. Þetta er svona hárfín lína hérna á milli 2 mínútna brottvísun og bara frábærar varnar. Irma með klári slaginn. Hún í axl, þessu pappin sinn. Sem aldrei fyrir áhengur er að láta ykkur heyra. Akureyri klárir hérna. Hún að spila á móti FH eftir. Það verður hörkuleikur. Hér er 4 mínútur eftir, 3 mínútur og 45 sekúndur eftir þessi nákvæmlega. Staðan er 17-16. Fylkir getur farið langt með því að vinna leik með því að skora þessari sókn. Hvað gerir Irma? Og Berglind reynir að komast í gegn. Það er stoppana í vörninni. Já, Berglind segi ég hérna á miðunni. Það var Sólrún komin hérna út. Vantarlega að klippa þær Birnu inn. Já, Birna ætlar að klippa Irma upp. Tekur skotið framhjá. Og Haukarnir fá þá tækifæri til þess að jafna hana leik. Þessi leikur er frábær skemmtun. Búin að vera frábær skemmtun og það er enga veginn hægt að segja hvernig þessi leikur endar. Fylkismenn hafa eins manns fórustu og eru vanar að vinna. Þannig að það er spurning hvort það hjálpi þeim hér á loka mínútunum. Berta brotið á henni, ekki nei. Alessandra kemst í gegn og skorar, frábær snúningur hjá henni og hún jafnar leikinn 17-17. Þvílíkur leikur. 2,5 mínútur eftir af þessu leik og
Það getur allt gerst núna. Nú má alls ekki fá 2 mínútur hvort liðið. Það yrði ekki gott að vera einu færri hér síðustu mínúturnar. Nú þurfa leikmenn að vera skynsamir. Irma. Og 20 sekúndur í Haukana náttúrulega. Þær eru einu færri auðvitað. Fekk hérna Viktoría á hann 2 mínútur. Hér færi, nei, Halldóra fer ekki inn. Úff, þetta var, já, það hefði vel hægt að gefa 2 mínútur þetta. En þeir létu það eiga sig. Skot, framhjá. Leið og hún kom inn á hún Viktoría. Þá skaut Birna framhjá. Þá koma Haukarnir. Þeir geta komist yfir. Berta upp og skýtur framhjá. Og þá koma Fylkir. Þetta mögnuð spenna hér. Það enga veginn hægt að sjá hver klárar hann leik. Ég spá ekki bara næsta mark. Þeir sem skora næsta mark, þeir klárar hann leik. Verða það Fylkir. Hér Alessandra, hér færi. Býtur nú inn, nei, Berta er að stoppa hana. Glæsilega gert hjá henni. Sýndist þarna og Birna verður bara komin í gegn. Það var Berglind. Irma, Berglind. Irma, hvað gerir Irma? Reyna að komast í gegn. Brotið á henni. Og það tekið leikhlé. Já, Ómar og Halldór taka leikhlé. Hér þegar það voru ekki bara 50 sekúndur eftir. Ég búin að vera 2 frábærir leikir í dag. Þessi leikur ótrúlega skemmtun. Margrét Einarsdóttir hjá Fylki búin að vera frábær, búin að verja 16 bolta. Birna Kristín búin að skora 6 mörk. Irma búin að skora, hvað hún búin að skora? 8 mörk. Markahæstir á Haukunum, það er Berta með 6 mörk og Alessandra með 4. Katrín Hanna líka búin að vera öflug í markinu í Haukunum, búin að verja 12 skot. Hvað settu Fylkismenn upp hér á að sjá mark hérna? Yfirleitt þegar Fylkir hefur tekið leiklið þá hefur það hefnast. Sjá hvað Fylkir gera. Hendin að koma upp eða hvað. Hérna frábær vörn. Alessandra stoppar Irmu í skrefinu. Irma aftur stoppuð. Frábær vörn aftur. Sjá hvað hendin er komin upp. Berglind. Irma, hún verður þar skotið, gerir það ekki, brotið á henni, fín vörn þarna frá Bertu. Nú tekur hún skotið upp og það er varið og Fylkir nær frákastinu. Irma í gegn og hún skorar! 15 sekúndur eftir. Og Haukarnir taka leikhlé. Þvílíkt og annað eins. Nei, það er leikhlé, já, það er leikhlé. Slaga. Þarna var Katrín Hanna. Gerði vel en vörnin í Haukunum gleymdi sér þarna. Og Birna gerði frábæra hluti þarna og tók frákastið, kom boltanum á Irmu. Og Irma skoraði markið sem getur ráðið úrslitum í þessum leik. Þetta verður ólýsanleg spenna hérna. Síðustu sekúndunar, 15, það eru 12 sekúndur eftir syns mér. Sjá hvað Haukarnir setja upp. Berta líklega til þess að taka skotið. Fylkir þarf bara að stoppa þennan bolta. Það eru orðnir Íslandsmeistarar 2015. Búin að vinna allt á. Miðja. Já, við sýnist þegar að fara að sækja Alessandra sækir svo Bertu eða hvað? Nei, fyrir hornið. Stoppa tímann, 2 mínútur.
6 sekúndur eftir. 2 mínútur á sólunu. Náðar að jafna þennan leik. Þetta verður svakalegt. Það alveg titra hér á boltinu. Berta við skotið og þar verja þetta og vinna leikinn. Íslandsmeistarar 2015. Fylkir, frábær leikur hér og ótrúlegu barátta hjá báðum liðum. Haukar eru miður sín eins og sem skiljanlegt. Töpuðu hér hörkuleik og með að vera stoltar af frammistöðunni sinni. En við ætlum að sjá við velunarafhendingu og taka nokkuð viðtöl. Það er ástæðan sem að tappa báðum liðum lófið frábæra skemmtun, frábæra handbolta. Þetta var virkilega góð handbolta. Þetta er ekki hafðið strax. Þetta er Jæja, þá er velunarafhending að hefjast. Við ætlum að fá